Hver staðan á COVID-19 hér akkurat á Norðurlandi núna? Já, það eru núna á sem sagt upptökusvæði HSN eru núna tæplega 40 staðfest smit og það sennilega búið að taka ríflega 400 sýni. Það eitthvað sem að þið voru undirbúin? Þetta talan sem þið bjöggust við? Nei, við höfum nú bara fylgt náttúrulega. Þetta byrjar náttúrulega fyrstu tilfellin koma á höfuðborgarsvæðinu og við erum svo sem einhverjum vikum kannski, 1-2 að veit það ekki, á eftir þeim. Þannig að við þurfum bara að taka stöðuna daglega sko. Síðan hefur náttúrulega komið upp svona hópsýkingar á minni stöðum eins og í Vestmannaeyjum og Hvammstanga og það náttúrulega hlutur sem getur gerst. Hve mikilvægt það að það sé að fólk bregðist við leið og það grunar að það sé kannski veikt? Já, það er þegar fólk finnur þessi einkenni sem að eins og sóttvarnalæknir hefur talað þegar það hiti og beinverkir og hósti að þegar það grunar að það geti verið þessa sýkingu að hafa það samband, hafa símasamband til að byrja með og þá það bara metið hvort að ástæða til sýnatöku eða ekki. 400 sýni tekin, ætlið þið að auka það eða það leitast eftir að fá fleiri inn? Þetta bara, við bara metum stöðuna, það hringt inn og við fólk sem með einhver einkenni og það bara metið hvert skipti hvort það ástæða til að taka sýni eða ekki. Við höfum verið að reyna að verja okkar viðkvæmasta hóp og við höfum verið að takmarka mjög heimsóknir á eins og hjúkrunardeildar og til að verja bæði skjólstæðingana og til að verja líka starfsfólkið og það sem kannski megin máli núna, það annars vegar að reyna að hindra útbreiðsluna, hindra þetta komi inn á hjúkrunarheimilin og inn á stofnanirnar og eins að vernda starfsfólki þannig að það geti sinnt sinni vinnu og við höfum verið að skipta þar sem það hægt, skipta hópnum til þess að heilsugæslunum þar sem það hægt inn í hópa, 2 hópa þannig að þeir hittist ekki, annar hópurinn að vinna á heilsugæslunum og hinn þeir sem geta unnið þá heima í gegnum tölvur og síma. En það svo sem eins og á hjúkrunardeildum þá svolítið snúnar að skipta í tvennt en það búið að loka á milli deilda við það þannig að hver deild bara út af fyrir sig. Þannig að það reyna að koma í veg fyrir samgang. Hvað heldur að við lærum af þessu ástandi allir? Ég held að við lærum mjög mikið að það sjálfsagt einhvern tíma og einhvern hóp til að sittast niður og taka þetta saman allt saman þegar þetta hefur gengið yfir en það ýmislegt örugglega sem við getum dregið lærdóm af þessu klárlega þegar það kemur.